Ég 57 ára Já. og ég hef hafið tiltekt innra sem ytra. Vá, það löngu tímabært, Dóra. Já. Þú ert alveg í rusli, bara alveg eins og ég. Já. Í þessu podcasti ætlum við að byrja bara á bókaskápunum. Já, því að bókaskáparnir segja mikið mann, ekki satt? Jú. Bókaskápurinn spegill sálarinnar. Ok. Ok, glöð jól. Hvað Já. dettur þér í hug? Ég veit alveg hvað þú þarf að fara að segja. Já, það eru kertastjakarnir frá honum Ella, gullsmiði, til styrsta konukotti. Já, þeir eru mjög fallið. Það er bara ekki spurning að... Þetta eru svona litla kísur, þetta eru jólakettir, þetta er allt í kringum kertið. Nei, þetta er bara alveg Þetta eru málið. ótrúlega falleg jólagjöf. Já, Og vefsíðan glöðjól.is eða glöðjól.is. allir að styrkja konukott. Já, nei, ég var bara að spá í það að sko... Skiptum inn? Nei, Ekki sko, ég var bara að hugsa ég er með svona skemmtilegt konsept, sko, að því að við erum nú í svo skemmtilegum vinahópi. Já. Okkur finnst svo gaman að vera saman og búa til svona stemningar og leika okkur saman. Og ég fór að spá, getum við ekki unnið við þetta? Og þá kom ég upp með svona konsept að við ættum að vera svona bara vera svona fyrirtæki sem heitir Tent Living. Eins og var í afmælinu hjá henni Já, af því að við erum einhver okkar á daginn þar sem já, hún setti tjald upp í stofunni Já. og það var rosa næs að vera inn í tjaldinu. Já, nákvæmlega. Þar sem við tökum á móti hópum og útlendingum. Svo förum við með sko tjöld og allt út á land og búum til bara svona tent living, búum til svona tjaldbúðir einhvers staðar og búum til svona geggjað space fyrir fólk til þess að koma og vera það sjálft í. Já. Tent living. Já. Já. Og svo getur fólk verið að gera alls konar, fara í jóga og fara í nudd og svo getur það tekið fullt af psychedelics á eigin ábyrgð og fengið aðstoð og umhyggju og já, tent living. Finnst þetta ekki skemmtilegt? Jú, þetta er svolítið skemmtilegt. Og svo bara myndum við fara út allan heim. Þetta er samt bara svona flottari útgáfa að fara í útilegu. Já. 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 Nei, langar í útilegu, við skulum koma og gera hana skemmtilega fyrir þig. Nei, þetta er meira svona, ég vil láta leigja okkur til að koma út allan heim og halda partí. Já, leið og sagðir út allan heim, já, þá er ég komin, þá er ég konubók. Já, finnst það ekki skemmtilegt? Jú. Við myndum fara svona á milli landa og búið til partí. Já. Já, búið til svona stemningar og svona samverustundir. Já. Með alls konar. Já. Það sem að þú myndir kenna fólki að leika sér og svona. Já. Til dæmis. Einmitt. Já, við erum góðar í þessu. Er það ekki? Jú. En líka sko, ég er náttúrulega kennst að... Já, þátturinn er byrjaður. Já, þátturinn er byrjaður. Þú veist að ég hef verið að áskrifanda eldur rétt, alltaf svona öðru hvoru og það hefur algjörlega bjargað lífi mínu. Ég hef eins og verið að elda rangt allt mitt líf. Ertu að segja ég er að fara að elda rétt? Ég myndi bara mæla með fyrir manneskjur eins og okkur sem að nennum ekki út í búð alla daga. Já, við erum bara leiðar á því að vera húsmæður. Við bara segjum þetta alveg bara eins og það er. Já. Veistu það, ég er rosa til í þetta, Dóra. Og þetta kemur bara heim og alveg bara, maður bara fylgir einhverju, getur maður ekki gert það hálf sofandi? Jú, maður getur gert þetta sofandi. Já, eldum rétt. Ég segi bara, eldum rétt. Hvað er að frétta þér annars? Heyrðu, það er sko svona bærilegt að frétta. Ég lenti í vikunni í svona, ég fór inn í svona að hafa svona mjög miklar áhyggjur af einum fjölskyldumeðlim. Já. Og það var dálítið athyglisvert að fylgjast með því að ég fann líkamlega hvernig svona sko varnarkerfið bara reis upp inn í mér. Að ég er búin að vera í dálítið góðri hvíld og svona góðu, svona frekar svona sæmilegu jafnvægi, sko. Og svo bara fann ég að þegar kom upp svona einhver áhyggjufaktor að ég bara svona læstist í skrokknum. Og ég er búin að vera að hugsa svo mikið það hvernig þetta varnarkerfi liggur inn í okkur. En þess að ég skynja þetta eins og það sé svona inn í manni svona járnbrynja sem að bara stundum
sem að rennur inn í sig sjálfa þegar maður er slakur og svo spennist hún bara upp í spennuástandi. En það sem var gott við þessa viku var það að ég fann að svona viðbragðskerfi mitt, að þetta voru ekki alveg svona stálveggir sem gengu til þess að loka, heldur þetta meira svona eins og að ég sé með svona vírhænsnanett yfir öllu. Þetta er svona restrictions. Af því að þegar maður fer í smá ótta, þá verður maður svona svolítið eins og fastur í skrokknum. Og ég bara fann þetta svo vel, þannig að það var svo áhugavert að fylgjast með þessu. Þú veist, maður fer í trigger og það er svo líkamlegt og svo bara komst ég ekki alveg út úr triggernum af því að ástandi var bara viðvarandi í nokkra daga. Það var ekkert sem ég gat gert til að bæta það, það var ekkert sem að raunverulega, ekkert sem ég hefði getað sagt eða gert sem hefði getað breytt ástandinu, þannig ég þurfti bara að vera í því og halda á því í þessari spennu, skilurðu, og vera með þessu hænsnanetti sem er á skrokknum á mér og skilja það, skilurðu. En finnst ekki merkilegt að hvað maður er fljótur að finna það þegar þetta gerist núna, eitthvað sem maður kannski áttaði sig ekki á þegar maður var yngri. Bara maður var komin í, bara allt í einu var maður bara stífur og Jú, mér finnst það einhvern veginn svo mikið gæfa að vera aðeins búin að einhvern veginn að komast nær sér þannig að maður geti borið kennsl á það þegar maður fer í svona mikið viðbragð, sko. Og hvað maður fer stundum í óeðlilega mikið viðbragð og þá er maður átt að segja á því býtu, það er ekki bara sko núverandi augnablik eða núverandi ástand sem er einhvern veginn að teikna sig upp inn í skrokknum á mér, heldur þetta svona líka leifar af einhverjum gömlum erfiðleikum eða skilurðu. Af því að viðbragðið kemur alltaf úr reynslunni, úr minninu, skilurðu. Ég er búin að vera til dæmis að slást við þetta hlaðvarp í vikunni, bara þú veist. Sástu hvernig ég kynnti síðasta þátt? Vegna þess að það var svo stórkostlega. Sem sagt, þátturinn sem við vorum með spámanninn, þegar ég var að hlusta á hann, þegar ég var að setja þetta inn, þá hló ég svo mikið vegna þess að þú ert sko í svo mikilli auðmýkt og þú ert svo elskulega að reyna að benda mér á það hvað þú sett pirruð á því hvað ég sé löt. Sko, og þú gerir þetta af svo mikilli ást og þú ert svona bara í mestu vinsemd að benda mér á það að bara Steina, ég nenni ekki að draga þetta inn og ef þú ert svona ógeðslega áhugalaust, þú veist, þá bara get ég þetta ekki og þú verður að svona stíga betur inn og það er svo fyndið þegar ég var að hlusta á þetta að ég algjörlega ignorera þetta, ég bara svoleiðis valta yfir þig og bara læti eins og ég heyri þetta ekki og ég hló svo mikið og ég hugsaði sko, vá, sko maður nefnilega heyrir bara það sem maður vill heyra. Og í samtalið, þegar við vorum að tala saman, þá var ekki séns ég hefði nokkra auðmýkt til þess að heyra þessar aðfinnslur þínar eða bera kennsl á þær. En þegar ég heyrði þáttinn, þá hugsaði ég, hún Dóra er alveg að kalla á mig og ég er bara ekkert að hlusta, þetta var svo fyndið. Og Elín Ír sem var með mér í bílnum, hún heyrði brot af þessu. Og hún bara, Steina, þú heyrir ekkert sem hún er að segja Dóra. Og við hlógum svo mikið að ég var sko mikið með hausinn upp í raskandinu. Dóra, sjáðu. Hvað? Sjáðu. Já, sjáðu. Langflottasta gleraugnabúðin. Og einhvern veginn skellti skollaeyrum við þessum sko, þessari frómu svona beiðniðinn það bara, þú segir bara, Steina, ég veit ekki alveg hvernig ég á að halda þessu, af því ég er líka einhvern veginn bara svona, líka exhausted og ef að þú ert einhvern veginn svona, líka svona, þá er þetta svo erfitt. Já, þetta er hérna manifesturinn generatorinn og segir bara, heyrðu, en þetta hættir að vera leiðilegt, þetta hættir að vera leikvöllur. Já, nákvæmlega. Og það er það sem ég er búin að vera að hugsa í vikunni minni og það kemur svona, þú veist, þannig ég kem ekki út og segir bara, heyrðu, þetta er bara leiðilegt, ég þarf að vera hætt að þessu. Nei. Af því að ég er svo mikið diplómat, sko, þú veist, bara svona fyrir mjúklega að því. Og þannig í vikunni er ég mikið búin að hugsa, hvað vil ég gera við þetta ef þetta hættir að vera leikvöllur og verður vinnan okkar? Er þetta þá ónýtt, skilurðu?
að því að við setjum þetta í áskrift og þeir sem eru að hlusta núna eru þá áskrifendur og þá náttúrulega hlusta færri af því að það er ákvörðun að fara í áskrift og þá sé bara, býttu, ef ég að gera áskrift þá ég að lofa fólki einhverju. Þá ég að lofa fólki að þau mun fá þátt einu sinni í viku og eitthvað aukalega í mánuði og af því að það stóð og þannig verði ég rosalega annar og svo þau segja, býttu, er þetta þá vinnan mín alveg allt næsta ári og ég festist, talandi að þú ert að tala þegar kemur svona varnargrind í kringum og ég bara stífna öll upp og þá er ég bara inn í mér og kemst ekki í samtali. Nei, en Dóra, þetta líka því að við erum báðar hérna í ríkinu. Okkur finnst ágætt að vera í ríkinu og vita ekki. Við getum alveg stjórna því hvað við gerum við þetta podcast og ég er alveg sammálaður og við eigum að svo lengi sem okkur finnst gaman þá höldum við áfram. En ég held að við bara leyfa þess að vera í flæðinu og sjá hvert þetta leiðir okkur og leyfa þess að vera í ríkinu með okkur og sjá bara hvað setur. Ég held það. Ég held það líka, því ég vil ekki skella eftir mér hurðum. Nei. Þú veist, eitthvað svona, þetta er búið. En hvernig er varnarkerfi í þér? Þegar þú fer í viðbragð eða færð einhver trigger, hvernig finnur það í líkamanum? Ég finn bara, ég fer rosa mikið í annars vegar, ef ég er ein, þá næ ég að vera með sjálfri mér og heyri í mér, en leið og ég fer svo í rými með öðru fólki, þá heyri ég meira í fólkinu en í sjálfri mér, hérna í hjartastöðinni minni. Og þá er ég mjög fljót að bara, já það er rétt, já, ég finn út úr þessu bara, þú veist, það er eins og ég sé lengi að fá, staðfestu með sjálfri mér, hvort að ég vilji eitthvað eða vita raunverulega hvað ég vil. Og þá fer ég, þess vegna var ég að segja hvað er að gerast í vikunni, bara þetta eins og með Bubba-sýninguna. Ég gat ekki hætt í henni af því að ég vissi að að hún var frábær, þú veist, þetta var, þú veist, og bara þegar hún var byrjuð, var gaman og eitthvað svona, þú veist. En það sem mallaði í mér var, ég ætti að fá hærra kaup, ég ætti að fá meira eitthvað fyrir þetta eða eitthvað svona, en ég átti aldrei, þannig ég lengi að komast á staðinn hvers virði er ég. Ég veit ekki hvort þú skilur hvað ég er að reyna að segja. Jú, ég held að, forsenda þess að gera alla hluti, þá þarf maður að vera sáttur við það. Svo maður sitja ekki í þessum sporum að vera með efasemdirnar og eftirþankana og allt þetta. Ég er til dæmis búin að segja nei við 2 stórum verkefnum í vetur, bara vegna þess einmitt að mér fannst launin sem að mér voru búin fyrir, mér fannst þau ekki hundum bjóðandi. Og ég hefði samt alltaf þurft á peningunum að halda, skiljum við. En ég nenni ekki að fara inn í verkefni og finnast ég að vera undervalued. Þá vil ég frekar sleppa þeim. Þá vil ég frekar borða grjónagraut og vera blankari, Þá er ég sáttari, af því mér finnst ömurlegt að fara inn í eitthvað og hafa einhverja tilfinninguna að þú veist, það sé verið að hafa gott af manni. Þú veist. Af því að það er eiginlega svona, maður á ekkert að hleypa neinum í þannig að kannski börnunum hans. Skilur við. Það er eiginlega einu mannverurnar sem maður leyfir umverulega að hafa gott af sér. Skilur við, og það er auðvitað hlutverk okkar, En ekki einu sinni makar manns. Eða samstarfsfólk, eða vinnuveitendur. Skilur við. Þá er komin einhver ójafn valdastrúktúr þarna, Ég er með, eins og ég sé með svona djúpan boga og úthald í svona, þannig ég get lengi halla mér yfir, þú veist, og eins og ég er erfitt með, þess vegna er ég að skoða sem munstur í sjálfri mér, en ekki sem einstakan atburð, heldur eins og ég sé fá mínu útgáfu af býttu, viltu hafa þetta svona, en þá er að geta sagt, hvernig viltu hafa það, og svo veit ég ekki hvernig ég vil hafa það. Það er erfitt fyrir mig að segja hvernig vil ég hafa það. En ég er samt orðin skýr með að þetta hlaðvarp verður að vera leikvöllur. Þetta má ekki vera fyrirtæki. Nei, þetta þarf að vera svona einhvern veginn svona eitthvað hybrid, eins og þetta er. Þetta er svona einhvern veginn eitthvað lifandi fyrirbæri sem við vitum ekki alveg hvernig lítur út. Það er þannig. Og ég spyr mér svona ógeðslega praktíska spurninga eins og eigum við að hafa 1 dag í mánuði þar sem tökum við 4? Eða eigum við að vera alltaf á mánudögum að taka upp 1 eitthvað svo, og ég get ekki tekið ákvörðun það af því mér finnst þetta of strangt.
mér finnst að þú er að setja alltaf regluverk sem þú vilt í kringum það og ég skal fylgja því. Þannig að ég til ég að prófa, kannski 2-3 mánuði að við tökum alveg bara svona kannski vinnudag og tökum alveg upp 4 þætti og vinnum það bara, klárum þá og bara, þú veist, ég til í það og bara hvernig, við getum séð hvað okkur liti best. Og það þetta sem ég á erfitt með. Það er í raun að vita hvernig mér finnst best að gera það. Af því að þá bara... Ég held að verið skemmtilegast fyrir okkur að fara upp í bústað, bara alveg í 3 daga. Já. Skilurðu, eða kannski taka 2 viðtöl í bænum, fara svo upp í bústað og taka 2 þætti og vinna svo bara alla þættina á laugardegi og sunnudegi og hafa það bara ready. Þá verð ég líka með þér í frágangnum, skilurðu. Þá getum við hlustað saman og svona, en ég skal leyfa þér að vera leikstjóri þannig að þú farð að ráða. En ég get verið álitsgjafi. Já, getur verið það. Ég get verið álitsgjafi og ég get líka nuddað þig baki meðan þú ert að klippa. Já, eða þú tækir meira að þér að sitja svona á TikTok og post. Ég er ekki góð í, ég veist að dóttir hans Gunna, hún Oddný, hún er búin að lofa að gera þetta. Nú verðum við eiginlega taka hana á fund og negla hana í þetta. Við þurfum eitthvað ungviði í þetta. Já, ég heiti það var ein kona sem skrifaði með bréf í vikunni og hann langaði að styrkja okkur og henni datt alls kyns í hugun og átti enga peninga, henni fannst bara svo gaman að hlusta og eitthvað svona, þú veist. Og ég sagði við hana, já, við erum komin í þetta áskrift núna og það náttúrulega eins og ég sagði það bara þannig ekkert rosa öflug viðbrögð, skilja, af því að maður þarf að auglýsa. Allir áskrifendurnir okkar núna verða að biðja alla vini sína að gerast áskrifendur. Já. Það er svo ódýrt að vera áskrifandi á okkur. Já, það er náttúrulega ódýrt, en ég hugsaði hérna Dóra, nei, þá sagði hún, ég ætla að segja hvað hún sagði. Heyrðu, þið eigið ekki börn sem geta hjálpað ykkur að auglýsa þetta. Ég sagði, jú, við eigum víst 7 börn. Já, en af því að þetta gat í okkur sem að að við nennum ekki að kalla í hesta til þess að draga vagnin og við nennum heldur ekki sjálfar að hreyfa vagnin. Þetta er alveg ótrúlega fyndið. Þetta er rosalegt. Og svo erum við báðar, sitjum við þarna í rykinu, viljum bara vera í mekkinum, okkur er alveg sama og við sjáum ekki út úr honum. Já, og okkur er alveg sama þó þetta podcast myndi hætta. Já. En samt finnst okkur gaman að búa til, núna er gaman. Já, ógeðslega gaman, einmitt. Þannig að, og þess vegna gerum við þetta. Mér finnst þetta pingu svona eins og Oracle, eins og Djarend myndi orða það, þú veist, eitthvað sem hefur birst til þess að ég eigi að vera að læra eitthvað. Og fara annarkvort inn í meira frelsi eða hætta. Fyrir mig er þetta bara svona, hvað á ég að vera að læra núna? En Dóra, því ég veit þú férst þarna boð í að fara á svona tantrakvöld, fórstu? Já, nei, ég fór ekki. Þú fórst ekki? Nei, en núna eftir að... Því þið langar svo að vera allsber? Já, ég veit. Eða vera í svona gegnsæju, sexy. Já. Og í hvítum nærfötum eða svona hvítum bikini undir. En ég hugsaði að því ég fór ekki, en eftir það hugsaði ég, af hverju er ég að snuða mig þetta? Já, af hverju ekki bara að prófa? Af hverju ekki bara að prófa, einhvern tímann? Já, í staðinn fyrir að vera svona, ég veit ekki hvort þetta er eitthvað fyrir mig. Já, eins og þetta sé eitthvað. Já, eins og þetta sé eitthvað. Mér finnst þetta svona eins og þarna þegar komið Guðbæ í Vesturbæjarlauginni, þú veist, og það mátti ekki lengur vera sér kvenna og sér kalla. Ég sagði bara, hvað er að ykkur? Þetta er bara í hausnum á okkur. Já, ég meina, einn daginn koma bara nýja reglur og við höfum öll að vera allsber og eftir 3 vikur þá spáir enginn í það. Dóra, eða hvað? Ertu að vona það að verði þannig að bráðum verðum við bara öll allsber í Vesturbæjarlauginni? Nei, og leiðu ég búin að segja þá veit ég að sumir myndu alveg hægt að koma. Þið gæti aldrei farið yfir þá línu, sko. Nei, en ég meina það myndur náttúrulega bara leysa vandamál heimsins. Ef að, þú veist, ef við myndum bara þurrka út þetta kynjamál, bara alveg. Já. Af hverju þarf að identifera fólk eftir kynjum? Já. Af hverju þarf það? Já. Getur ekki bara verið fólk? Já, einmitt. Já. Ég er sem að fara bara að, ég upplifi mig sem við. Já. Já, skilur þið? Já. Það er magnað ef maður næri að fara í gegnum daginn þar. Já. Þú veist. Einmitt. Og bara allt sem gerist er bara, nú er ég að gera þetta. Já. Nú er ég ógeðslega æst. Já. Þú veist, þegar einhver annar gera. Einmitt. Nú er ég að veipa því ég horfa á þig. Já, einmitt. Já. Ég er með tattoo líka. Einmitt, ég er í rauðum kjól, því þú ert í rauðum kjól. Einmitt. Og af hverju valdi ég það, þú veist, vá. Það er mjög milt að fara þannig í gegnum dagann. Ertu að hugleiða þessa dagann, Dóra? Nei.
hef aldrei náð tökum á að hugleiða. Jú, einu sinni í 3 mánuði. Ég svona reysi mig upp og gerir svona smá fókus. Og þegar ég fyrir í sund, þá Nærða svona út og... Já, þá hugleiði ég inn í guðbaðinu. Já. Ég er svolítið skilyrt með þetta, ég þarf að vera á ákveðnum stöðum og faðir voruð í kalda pottinum. Það er hugleiðslega. Og svo stuð. Getur ekki gert í bílnum? Nei, ég man það ekki þar. Nei. Eða hlusta á eitthvað svona? Jú, ég gæti kannski, en erst þú að hugleiða? Já, nú er ég bara að taka bara eitthvað. Ég kveiki bara á einhverju hugleiðslu af því ég vil aldrei festast í að verða áhágandi einhvers eins. Já. Og nú er ég svona flakka ég á milli þess að hlusta á Ramdas og Töru Brach sem er búddisti og alveg frábær leiðari. Já. Já, ég svona skiptist á að hlusta á þau 2 og tek kannski svona 20 mínútna hugleiðslu með öðru hvoru þeirra eða Alan Watts gamla. Já. Og svona bara út og hlusta á þau tala og mér finnst það gott. Já, sko, Nikkur hlusta mikið á Ramdas og líka Adyashanti. Já, ég hlusta líka á Adyashanti. Já, og við í bílnum á leiðinni upp í bústað erum yfirleitt að hlusta á Adyashanti. Hvernig finnst þér röddin í Adyashanti? Hún var erfið fyrst en ég er alveg komin inn í hana því að við erum búin að hlusta í rauninni svo oft á bókina að það bara kemur alltaf eins og nýr leigir í hvert skipti sem við hlustum. Já, bókin hans er alveg gjöf sem gefur, sko. Já, alveg endalega, sko, já. Þannig að hann er svona, svo náttúrulega dettur allskeins inn í fíti og svona. Það er bara, mér finnst svo gaman að detta út úr sko fréttunum og því sem er hérna á borðinu og fara inn í svona þegar hugurinn getur svona útvíkkast út í eitthvað stærra heldur en bara það sem er í gangi. Já. Skilurðu? Mér finnst bara svo mikil hvíld í því að fara upp úr kaosinu og geta verið þar einhvern veginn í svolítinn tíma. Mér finnst það svona búa til svolítið svona ró í hausinn. Þá einhvern veginn stuðar hlutir mig minna yfir daginn. Já. Eitt sem ég er búin að uppgötva í mér, sem ég veit ekki af hverju það datt inn núna, en það tengdist þessu light mail, hérna organiseranum, þessi sem er líka að reyna, þú veist, sem ég er að reyna að komast út úr, meðal annars í hlaðvarpinu, að vera að halda svona mikið og vera svona mikið að hugsa dítelana. Ég fór á náms, eða svona, það var svona tími hjá honum Jared daginn þar sem er svona hópur af fólki sem eru að leiða alls. Jared er sem sagt, hann er tantraspecialisti og sambandsráðgjafi og doktor í sálfræði og viðskiptum og er svona ökonómikar, svona heimsmunstra sérfræðingur. Já, einmitt. Og og sé bara munstur í þér er bara líka munstur heimsins, eða þú veist. Allavega, og þetta er svona hópur af fólki sem hittist einu sinni í mánuði og er að fara í gegnum bók sem hann er að skrifa og eitthvað svona. Allavega, ég fór á svo mikið flug eftir einn tíman hjá honum út af því ég fór að skoða kennsluna mína í Listaháskólanum út frá þessum fræðum sem hann er að tala og ég fattaði bara, wow, kórusinn og trúðin og allt þetta bara, wow, ég er bara með töfrabox af einhverju og fór á algjört flug og fannst ég bara vera út allan heim að kenna þetta og svona flög svona hátt og þetta var svona fyllirí sko, inn í mér. Það var rosalegt fyllirí og svo kom ég bara niður nokkrum degi og þetta var og brotlendur. Já, og brotlendi. Og svo talaði ég þetta við hann, þetta var svo merkilegt eftir þetta, ég var svo innblásin eftir tíman og ég flög svo langt og brotlendi. Hann sagði, já þetta er light mail í ójafnvægi. Já. Að yfirpródúsera í hausnum. Auðvitað. Að fabúlera alla möguleika lífsminns og hvernig ég get gert þetta, en vera ekki við neina jörð á bak við mig. Ekkert dark sem er darkmail sem framkvæmir, tekur og gerir. En það er ekkert jafnvægi á móti sem actually kemur hrindir hlutunum í framkvæmd. Ég sendi engan e-mail, ég bý ekki til fyrirtækið, eða þú veist, ég tek enga ábyrgð á veruna á jörðinni með þessar hugmyndir. Þannig að ég er dæmd til að fljúga hátt og brotlenda. Og brotlenda, já. Mér finnst það svolítið, og ég skildi, ég hef gert þetta margoft í gegnum lífið, en ég skildi aldrei af hverju ég var að gera þetta. Þú veist,
En af hverju ertu að gera þetta heldurðu? Það er bara, ég flýg af stað, það er svo Já. gaman að fljúga af stað, það er svo Já. gaman að láta sig dreyma, það er svo auðvelt að láta sig dreyma Já. og sjá fyrir sér þetta möguleikana, já, þetta er hægt og þetta er hægt, en þegar maður er búinn að gera það, þá þarf maður að fara onni í moldina aftur og byrja að sjá fræjónu sem tekur 7 ára að vaksa og þú veist, maður þarf að hafa þolinmæði til þess að fylgja því eftir og þú veist, þá kemur að því að vera bæði upp í spirit og í jörðinni. Já, já. Þú veist, og ég á erfitt með að vera onni í jörðinni. Ég var líka erfitt með það að vera onni í jörðinni. Mér finnst ekkert mjög gaman að vera onni í jörðinni. Nei. En sko ég held nefnilega, því við erum að tala um það að við sitjum báða svona á moldarvegi í Rikarmekki. Já. Ég held að það sé samt svona ákveðin ábendingu það að við erum lentar á jörðinni. Já. Skilurðu? Eftir svona kannski langt tímabil í háloftunum. Já. En það hefur líka eitthvað að gera með aldurinn og við erum báðar sko á breytingaskeiðisaldri og núna á postbreytingaskeiðisaldrinum. Já. Og við erum að stíga inn í alveg nýja tíma. Já. Og það er ekkert skrítið að við sitjum í ríkinu vegna þess að við erum báðar að skipta svo mikið hlut. Sko, við erum að stíga út úr móðurhlutverkinu og við erum að svona raunverulega stíga inn í svona unglingaskeiðið síðara. Við erum að verða aftur að öðlast einhvers konar frelsi út úr móðurhlutverkinu og þá er ekkert skrítið að sé smá ringulreið af því að við erum að sko gömlu hlutverkin er að detta af okkur, skilurðu. Og ég til dæmis finn það að ég er með svo mikið óþol og sko ógeð á heimilistörfum að það er bara engu lagi líkt. Mér finnst svo leiðilegt þetta allt saman sem að ég hafði alveg yndað þessu áður. Að vera svona homemaker og elda mat og eitthvað svona. Ég er algjörlega orðin bólusett fyrir þessu. Bara það að vaska upp bolla, mér finnst það bara fyrir neðan mína virðingu. Ég er búin að vaska upp svo marga bolla dagana og ég er búin að þrífa svo mikið dagana, ég er búin að elda svo mikið dagana að þetta er ekki að veita mér neina svona fullnægi lengur, sko. Og ég finn það einhvern veginn að bara svona, mér finnst bara aðrir að gera þetta núna. Ég sko, það sem ég uppgötaði, að ég hef verið með konu til að þrífa heima hjá mér síðan ég var 30. Skynsem. Já, þú veist bara, ég vildi freka leika Barböru Trúð einhvers staðar á leikskóla og vera bara, hæ krakkar, og á meðan væri kona heima hjá mér að þrífa. Og bara ég fyrir að sækja peninga, svo læti ég hana að fá peningi. Það sem ég fatta með þessu að vilja ekki vera tengd jörðinni er meðal annars þetta, ég tek ekki ábyrgð á skítnum heima hjá mér. Einmitt. Þú veist, ég vill ekki, og ég á gróðurhús, við horfum hérna út og þarna sérðu gróðurhúsið mitt og ég samþykkti það hér á húsfundi að það yrði bara á fyrsta húsfundinum eftir við fluttum hingað inn fyrir 11 ára síðan, eða 10 ára síðan. Já, gróðurhús, alla vildi, og ég sá alltaf fyrir mér að ég myndi bara sitja þar með kaffibolla. Ég sá aldrei fyrir mér að ég myndi gróðursitja neitt. Ég hélt bara þau hin myndi öll gróðursitja og gera allt og ég myndi bara drekka kaffibolla. En núna átti ég má... Það er einhverjar hryggðarmyndir sem hanga þarna, hvað dauðu plöntur eru þetta? Þetta er kirsuberjatré sem er bara, sem að við þyrftum eiginlega að stinga upp samt og koma út úr gróðurhúsina því að það er að fara að taka yfir gróðurhúsið. En er þetta ekki ágætt verkefni fyrir okkur núna eftir áramótin, Dóra? Að fara að sá í bakka og fara að koma þessu gróðurhúsi í eitthvað stand? Jú, það er nefnilega það sem ég er að átta mig á, að þetta er oracle, talandi að eitthvað er í lífiðinu sem að bara horfir í augun á þér og segir bara, hvað ætlar að gera? Ég er hérna. Já, þú ættir náttúrulega til dæmis að sá fyrir morgunfrú. Morgunfrú er hérna rosalega góð planta fyrir konur á breytingaskeiðinu og bara, þú getur ræktað þetta eigið te sem er alveg frábært fyrir þig. Það hljómar allt svo leiðilega en ég veit en þetta er það sem ég þarf að stíga inn í. Ég þarf að stíga onni í moldina og komast inn í meditation í þessu. Ekki með því að hlusta á Ram Dass eða þú veist það, af því að það er auðvelt fyrir mig. Ég þarf að stíga onni hérna, ég er á jörðinni hérna. Já, og þá náttúrulega, mér finnst þetta meika mjög mikið sens af því það er eiginlega ekkert sem meikar meiri sens heldur en að setja fræ ofan í mold og sjá það verða til. Já. En þið langar kannski að hafa þetta svolítið praktískt, langar þið að rækta matvæli? Nei, mér langar bara að hafa ánægju af því, sömu ánægju og ég hef af því. En hefurðu gaman að því að rækta valmúð, myndirðu vilja fara að rækta heróín? Já. Sko, þú getur náttúrulega líka... Við erum með grasplöntur þarna. Nei, þú getur farið að rækta alls konar svona lækningaplöntur, bara löglega lækningaplöntur. Skilurðu? En hvað ef ég myndi rækta grasplöntur þarna?
Þyrfti ég þá að hafa lampa? Cannabis? Já. Já, þú þurftir að hafa lampa, það myndi ekki þrífast. Það myndi ekki vaksa? Nei, en þú getur hins vegar verið með hamp þarna og hampplönturnar vaksa alveg rosalega og verða svona fallegar og stórar og náttúrulega hampinn getur notað í te og þú getur bakað úr honum og þetta er bara rosalega og fræin eru náttúrulega bara geggjuð út á morgumatinn og... Mér fannst bara eitthvað fyndið við að vera með grasplöntur hérna bara í Vesturbænum og fólk myndi ekki fatta það. Það veistu það, en núna áskrifendurnir okkar munum vita, en náttúrulega áskrifendurnir munum aldrei segja löggunum frá því við verðum að rækta gras í garðinu. Hvað finnst þér ef við myndum hætta að hafa áskrifendur, nema áskrifendur mega samt vera áfram áskrifendur, en þættirnir eru samt áfram opnir. Og þeir eru bara áskrifendur og þeim er alveg saman hvort við gerum 1 eða 4 þætti á mánuði. Mér finnst allar hugmyndir sem þú kemur með góðar. Ég er að reyna, I'm claiming my freedom. Þú veist, ég er bara, má þetta ekki vera bara einhvern veginn? Já, ok. Jú, gerðu bara það sem þú vilt. Nei, ég er bara að hugsa. Ég ætla að halda áfram að hugsa þetta. Já. Ég er bara að leita frelsinu. Og við megum alveg að hafa fleiri og opna þætti. Já. Skilur þannig við séum ekki að útiloka fólk frá. Já. Útiloka þá sem hefur ekki pening. Vegna þess að þeir sem gerast áskrifendur eru auðvitað að gera það bara því þeir vilja styrkja okkur. Já. Skilur við? Já. Það er auðvitað þannig. Þeir eru ekki að styrkja okkur til þess að þeir einir megi hlusta. Ég meina, hver er þannig? Nei, einmitt. Who cares? Já. Nákvæmlega. Þetta er kannski bara alveg rétt hjá þér. Já, en líka ef við ætlum að fá styrktaraðila, þá er erfitt að hafa styrktaraðila í lokuðum þáttum. Skilurðu? Þetta er svo vondir businessmenn. Við erum alveg ofboðslega vondir businessmenn. En hérna, við erum nú eiginlega... Og svo nennum við ekki svo að auglýsa það. Nei, þetta er alveg frábært. Og ég vil helst vinna við tent living. Ég vil bara helst vinna við það. Að fólk hringi í þig og geturðu komið og haldið fyrir okkur part. Geturðu komið með alla viniðina og búið til bara svona ógeðslega skemmtilegt space. Já. Vá, ég væri samt alveg til í að... Ég veit nefnilega að þú væri til í þetta, sko. Sérstaklega ef við værum mikið í útlöndum. Já. Og við myndum bara kosta svona $50,000. Þú veist, það myndi bara kosta bara 10 milljónir að leiða okkur eina helgi. Já, einmitt. Skilur við? Já, wow. Já. Hvað kemur við mörg? Svona 6 Nei, til 8? Öll. Já. 10? 10, allavega. Vá, hvað er þið gaman. Og fólk er svo hissa. Fólk er ofsalega hissa. Hvað það væri gaman. Já, ég veit það. Við getum alveg búið til alveg ógeðslega skemmtilega samkomur. Já. Mjög skemmtilegar. Já, af því að við vorum að tala um konur, af því ég sé þarna babúsku upp á vegg hjá þér. Já. En þetta við erum eiginlega, sko, við erum að vaxa upp úr babúskunni. Við erum búin að vera barnið og við erum búin að vera unglingurinn og við erum búin að vera unga konan og við erum búin að vera, þú veist, þessi 35 ára og við erum búin að vera þessi 40 og þessi 45 ára og við erum búin að vera þessi 50 og 55 ára og þessi 55 ára, skilur við? Þannig að við erum svona, já, við erum langleiðin að komna með babúskuna. Við eigum nokkra babúskur eftir. Já. Og hvað eigum við að gera í síðustu babúskunum? Já, skemmt okkur konunglega. Ég held að það sé það eina sem að maður á að vera að hugsa um núna. Já. Það er bara að gera það sem að gleður mann og auðgar tilveru manns. Já, og ég finn, þú veist, að því að nú hef ég verið að skrifa stundum og eitthvað svona. Það veitir mér ákveðna ánægju og ég veit að það veitir þér líka ánægju og það er svona djúpalda í því. Já. Þú veist, það er gaman og maður þarf ekki að vera á svona miklu spani meðan maður er að gera það. Nei. Og það er aldrei víst að komi neitt út úr því. Það er líka eitthvað með að sitja í vagninum, sko. Í reiknum bara. Já, að vera ekki einblína á einhverju útkomu og vera ekki með væntingar. Ég er rosalega mikið að reyna að vera ekki með neinar væntingar til neins. Já. Þannig að það er dálítið góður staður að vera á. Já. Skilur við? Ekki vera að búast við neinu, ekki vera einhvern veginn að bygging. Já, sko, ég bara, það er ágætt að vera hérna í ríkinu núna. Skilur við? Og maður er svona stundum eitthvað að reyna að krafta sig upp og reyna að sjá eitthvað, en það er bara ekki alveg komin svo tími að maður sjái. Og ég held að þetta sé bara af því að við erum í hamskiptum, eins og snákur, sko. Og við erum að stíga inn í eitthvað svona alveg nýjan kraft og nýja orku. Og ég er bálreið yfir því hvernig breytingaskeiðið hefur verið sjúkdómsvætt og búið einhvern veginn að öskra okkur konur að við séum svo veikar og ómögulegar á þessu tímabili meðan að við erum akkurat að ganga í endurnýjun lífdag. Við erum að skilja við hið gamla, við erum að skilja við hlutur sem við þurfum ekki að halda á lengur
og við erum að finna okkur aftur upp á nýtt. Upplifir þú eins og það sé búið sjúkdómsvæða? Já. Heyrir þú orðræðuna þannig? Já, ég heyri það. Að þú veist, og þær eru allar settar á hormónalyf og hormónaplastra og þetta svo hræðilegt, þessi svitaköst og allt þetta. Nú orðið þú hugsaði ég þegar ég lendi í þessum svitaköstum, þá hugsaði ég bara, nú að hreinsast út úr kerfinu á mér eitthvað drasl sem ég þarf aldrei að vita meir. Þannig ég fagna orðið, þú veist, ég fæ ekki oft svona svitaköst, en þegar ég fá það, þá ég alveg bara svona, já, nú bara ég að losna við eitthvað geggja sem ég þarf aldrei að nota aftur, skilurðu, og mér finnst þetta að vera svona eins og hreinsun, sko. Og líka, maður einhvern veginn að vera meira, maður að verða meira alveg samum svona álit annara, maður nennir ekki lengur að beygja sig undir vilja annara ef maður sko, eða samræmist ekki svona tilfinningunni inn í manni, þú veist, maður fann að standa betur með sér, finnst þú ekki finna það? Jú, að sömu leyti, þó ég sé lengi að líka í sömu, jú, ég stend miklu betur með þér. Já. Nei, því að bara oft var maður svo lélegur í að standa með sér þegar maður var yngri, sko. Maður var ofta einhvern veginn að þræla sér út og taka allt of mikið að sér og allt þetta einhvern veginn í þessum ótta við það að ef maður gerði það ekki þá yrði maður ósýnilegur og fengi bara enga vinnu og eitthvað svona. Nú einhvern veginn sko, núna er maður að verða alveg sama og maður verði ósýnilegur. Heyrðu, ég var samþykkt í virk. Já, ég líka farin í virk. Eða? Já. Okay. Kannski verður þau saman í einhverju. Mér skilst að þetta sé alveg stórkostlegt. Ég held það. Já. Ég fekk bara bréfið núna í vikunni. Og það er svolítið síðan ég sótti og það var algjör botn að kasta inn handklæðinu hjá heimilislækni og heimilislæknirinn og ég áttaði mig ekki á því fyrir ég fór að segja henni frá hvernig staðan væri á mér. Ég bara grét svo mikið því að það var eitthvað svo skrítið að segja svona manni sem var bara svona skrifa niður með ég var að tala. Ég bara svona þetta varð eitthvað algjör uppgjöf. Síðan þá hefur svona orka mín verið að byggjast upp og það er búið að vera skemmtilegra bara síðan ég lagðist í gólfið. Nákvæmlega, þú játaði þig sigra. Já. Ég er með svo stórkostlegan heimilislækni og þetta er ung kona og ég er búin að vera svolítið að hugsa þetta vegna þess að og hún sagði við mig þegar ég hitt hana senast fyrir 3 vikum, hún sagði, nú sækir þú í virk. Og hún sagði, ég sendi þetta og þú verður svo að sækja þetta. Og hún er eiginlega búin að hafa dálítið mikið vit fyrir mér af því það er svo mikill vilji í mér til þess að láta eins og allt sé í lagi, skilurðu, og gangast ekki við, þú veist, því að ég er dálítið þreytt á örmagna. Og ég er ofta að hugsa hana, þennan unga heimilislækni, að hún er að horfa á mig, konu sem er 30 árum eldri en hún, eða eitthvað 25 árum eldri en hún allavega, skilurðu, og mér finnst svona eins og hún sé að fyrirbyggja það að hún sjálf fari í útbruna. Af því hún er svo mikla önn fyrir mig, hún er svo góð, sko, og hún er svo flink að benda mér á það sem ég er blind fyrir sjálf, og nákvæmlega að koma mér inn í auðmýktin að gangast við því að ég er bara ekki með þróttinn sem ég hafði. Og þetta er alveg, þetta er svona egodauði í þessu, Dóra, skilurðu, það er egodauði í þessu, en ég hlakka til að fara í virk og ég þekki fullt af fólki sem hefur farið þangað og hefur bara fundist það rosalega gaman. Kannski getum við verið saman í einhverju. Kannski lendum við saman á námskeiðum frú Enneagram 7. En ég hlakka bara til að sjá, ég er ekki komið ráðgjafa, en ég bara segi já við öllu, ég ætla bara að þiggja. Að sjálfsögðu? Já, heyrðu, og þetta heitir endurhæfing, Atvinnuendurhæfing. Já. Af því ég fer þarna inn í september, af því ég bara hreinlega mig bara langaði ekkert. Mér finnst öll vinna sem ég bauðst eða allt sem var framöndan leiðinlegt og það er svo ólíkt mér. Og þetta er náttúrulega langur aðdragandi, sko. Langur aðdragandi. Já, þannig að það er svona, þetta er eitthvað. Nei, þú ert í endursköpunarferli, þú ert að fæðast upp á nýtt, þú ert að ganga inn á unglingsaldurinn síðari. Já. Ertu búin að vera, ég er pínu unglingaveik núna, ert þú ekkert smá unglingaveik? Nei, ég er frekar að berjast til jarðar. Ég er alveg brjálæðislega unglingaveik. Mig langar helst bara að vera að gera einhverja vitleysu alla daga.
Nei, Ég þarf alveg að stilla mig, Já, sko. nei, ég bara, þú veist, eins og þetta eldum rétt. Ef einhver segir, ef ég ger þetta, þá er ég alveg bara, já, Já. og legg allt frá mér. Já, nei, ég er alveg bara, eins og þetta eldum rétt henda mér rosa vel Já. að elda mat og gera svona. Ég gerði mér þess að kalkún hérna daginn fyrir alla fjölskylduna. Var þetta ekki geggjað vel heima? Þetta var geggjað. Oh. Og ég ætla að skoða þetta fyrir aðfangata því þau eru fyrir svona veislubaka. Ok. Ég ætla í alvörun að skoða, kannski get ég bara panta allan jólamatinn hjá eldum rétt. Við getum kannski báðar gert það. Já, Já. algjörlega, það er svoleiðis, Já, sko. gerum það. Já. Gerum það. Já. Gerum svona eldum rétt jól. Ég hef oftar en elda rangt jól. Já, en það var aðalega bara, þú veist, það var margt svo gott á bragðið og ég þurfti ekki að fara í 4 búðir til þess að ná í... Nei, ég meina, þetta er bara stórkostlegt. Mér finnst þetta bara ógeðslega gaman. Ég hef stundum á jólum svindlað og bara talað við hann Jón Örn í kjötkompani. Já. Af því ég hef oft þurft að vera með sko svo Margréta þegar það er svo óðbóðslegt ósákomulega í fjölskyldunum það hvað á að borða. Já. Sumir vilja kalkún, ég vil rjúpur, Júlía vill hamborgarhrygg. Þannig að oft hef ég verið með sko kalkúnabrjóst, rjúpur og hamborgarhrygg. Já. Og þá hef ég bara farið, ég hef verið með rjúpurna sjálf, þá hef ég farið til hans Jóns Arnar og fengið bara svona forkryddaða kjúklingabringu og kalkúnabringu. Já. Og hamborgarhrygg og keypt sósun og allt draslið frá honum líka. Helviti dýrt en ógeðslega mikið þess virði. Þegar þú hugsar þakkargjörðarhátíðina, ef þú hugsar síðasta ár, af því að það verður bráðum að koma áramót, hvað ertu þakklát fyrir á síðasta ári? Vá, góð spurning. Ég er náttúrulega þakklát fyrir heilsu Nikkó, að Nikkó, þú veist, bara kom heilt í gegnum krabbamein. Já, þú veist. Það náttúrulega var. Ég er þakklát fyrir að öll börnin okkar eru eins og lögð af stað á sínum sjálfstæðu skipum úr höfn. Það hef ég aldrei upplifað áður að öll 5 séu á. Þannig að þetta er svona, mjög svona fjölskyldulegt, já. Já, en svona fyrir þig sjálfa? Það sem ég er þakklát fyrir mig sjálfa. Ég er þakklát fyrir að hvíla mig í allt sumar og að vinna minna. Spáði ég að þurfa að verða 56 ára til þess að taka sér frí eitt sumar? Já. Nei, spáðu í það í alvöru, Dóra. Já. Og ég er þakklát fyrir að lífið sýnir mér að ég þarf ekki að hlaupa svo mikið. Ég þarf ekki að vera svona brjálæðislega öflug. Ég þarf ekki að segja já við öllu. Nei, einmitt. En svona djúpt þakkláti. Finnst þér ekki ógeðslega þægilegt að fatta að þú ert alveg ómissandi? Finnst mér það... Finnst þér ekki þægilegt? Jú, rosalega þægilegt. Ég hef nú alveg, ég fann það þegar ég fór í heimsreisuna líka. Já. Þú veist, ég bara leikhúsið er margoft búið að sýna mér að ég er ómissandi. Nei, ég er, það tekur enginn eftir því fyrr. Já, þú veist þess að hérna, að þau bara blómstra án mín. Það skiptir engu máli hvort ég er eða ekki. Þú veist, það skiptir engu máli hvort maður er til eða ekki. Heimurinn gengur bara áfram. Já, það bara fyllist bara í gatið og svo þegar maður kemur tilbaka, ég lærði bara eins og í fæðingarorlofinu. Þegar maður kom tilbaka á fæðingarorlofi þá var eiginlega ekki pláss fyrir mann og maður þurfti aftur að búa sér til staðinn inn á vinnustæðin. Sumir, af því ég sá að sumir eru sárir yfir þessu, ég var bara aldrei sár, ég bara átti að maður, nei, þetta er lífvera, hún er svona. Það er enginn að spá í það þegar þú ert. Ég meina, ég er búin að vera hætt í leikhúsinu núna í 1,5 ár. Ég hef ekki fengið 1 símtal frá einhverjum samstarfsfélaga. Nei, einmitt. Þú veist. Já. En ef ég hitti þau, það er alveg rosaleg gleði að hitta þau. Að þetta er sönn tengst. En það er bara, ég er bara ekki inn í því energíi núna með þeim, þannig að það er enginn að hugsa um mig. Eða spá í það hvort ég er eða ekki. En það er líka dálítið þannig þegar maður er mikið að vinna inn í leikhúsinu, þá lokast maður svolítið inn í þeim heimi, sko. Þá er maður komin inn í eitthvað mengi og er þar, sko. Og þegar maður er ekki, þá er eins og það sé ekki til. Það er svolítið, Og ég hugsa að allir vinnustæðir séu svona. Já, auðvitað. En þú, hvað ert þú þakklátt fyrir? Ég er náttúrulega, ég er fyrst og fremst þakklát fyrir það að hafa haft vita á því að hlusta loksins á skrokkinn á mér og viðurkenna það að ég væri að drepast í honum.
og ég þurfti að taka á því einhvern veginn, sko. Og mér finnst það svona persónulegu sigur að geta allt í einu svona ímynda mér það sé í lagi að ég fari svona að hugsa eigin heilsu, skilurðu? Og ég eigi það örlæti til í eigin garð. Það er svona mjög stórt. Svo náttúrulega er búið að vera ævintýralega gaman að verða svona ástfangin á honum Gunna. Já, guð, það er alltaf Það er náttúrulega búið að vera, sko, bara alveg ótrúlega skemmtilegt, sko. Þetta er búið að vera bara honeymoon sem er búið að standa í heilt ár og ég er búin að segja við hann, þetta þarf að vera honeymoon bara áfram. Já, þú skoppar á Kringlu. Ég skoppar á Kringlu og hann er umsjónarmaður skoppar á Kringlu og finnst þú það ekkert álag að það verði alltaf að vera snúa? Nei. Nei. Það er mikil skoppar á Kringlu í Gunna líka. Já, ok. En nei, bara ótrúlega gaman að lenda í svona gjöfulu og innihaldsríku ástarsambandi. Svona fullorðinn, sko. Já. Það er búið að vera alveg ótrúlega gjöf, sko. Og jú, krakkarnir eru öll að spjara sig hvert á sinn hátt og eins og þú segir, þeir eru allir einhvern veginn að fá byr í seglin og það er ég ánægð með líka. Já. Svo er ég þakklát fyrir það að mér er að skána, líðanin í skrokknum er að skána, ég vil láta hausinn á mér sé aðeins ennþá í fokki en það er bara allt í lagi. Ég er ekkert, ég er ekki svona markmiðstengt. Ég er svona sátt við það að leyfa hlutunum aðeins og svona það sem ég er mest að vinna í núna er bara hverjum degi að sætta mig við það sem er. Þú veist, staðan er bara einhvern veginn svona á hverjum degi fyrir sig. Og þörf mín til þess að breyta einhverju þannig að mér líði betur, hún er eiginlega farin. Ég er miklu duglegri að sætta mig við ástandið eins og það er og vera ekki stanslaust að reyna að breyta því þannig að mér líði betur. Heldur bara svona, já, ég hef lært dálítið á þessu ári að það er allt í lagi að sitja með óþægindum, skilur leið og maður hræðist þau ekki, þá verða þau ekki eins svakaleg. Já, það er konan í vagninu, sko. Já. Þú veist, þannig að bara, já, ég get alveg setið í þessum leiðindum í einhverja vikur og já, þetta er þungt og þetta er erfitt og svona, en það er komin einhver innri vissa það að þetta er allt bara tímabil. Þetta er bara ógeðslega erfitt tímabil núna, en svo mun rofa til og sólin mun koma upp aftur og ég þarf bara að ekki bara halda það út, ég þarf að halda það út gracefully. Erfiðleikana. En á sama tíma erum við að tala um þetta, að sættast við, þú veist, báða búin að sækja í virk, en á sama tíma bjóða okkur í partí og við segjum já. Þú veist, þannig að maður er svo margt. Já, maður er svo margt, sko. Það er svo margir ólíkir partar sem að maður er að mæta í sjálfum sér. Og ég gerði svo vakalega að mér fannst merkilega uppgötvun fyrir sjálfa mig og hún er svo einföld og þú veist, og ég hugsaði bara, þú veist, af hverju er ekki löngu búin að sjá þetta? Af því að ég hef sagt þetta áður og þurfum við verið að tala um þetta, en ég skildi aldrei alveg af hverju leikarastarfið var mikilvægt á jörðinu og það er bara vegna þess að leikarar eru bara þess að sýna fólki að við getum verið hver sem við viljum. Þetta er bara áminning um það. Já. Og við erum alltaf að leika eitthvað fólk og einhverju tilfinningar og við erum að minna fólk á það að það er með tilfinningar. Já. Og það er galdurinn, að þegar þú hrífst að einhverju leikhúsi, annarkvort gleðst eða finnur til eða eitthvað, þá ertu myndur á það að þú ert manneskja og þú ert myndur og þú hefur tilfinningar og stundum erum við svo mikið að lifa fyrir ofan tilfinningarnar okkar að þá fáum við þessa sterku áminningu. Og í leikhúsinu erum við alltaf að lifa augnablik til augnabliks, skilurðu. Þar er núið lifandi og þar er núið lifandi hjá áhorfendum vegna þess að þau fara á klósettið, þau eru búin að missa af og augnabliki kemur aldrei aftur, þannig að þú ert í núinu. Þannig að við erum mjög færar að lifa í núinu í okkar atvinnu. Og er einhver munur á því? Já. Og svo bara að því að lifa. Ég meina, þetta samtal okkar er bara eins og leikrit. Við erum að skiptast á samtali
og stundum verður til einhver stemning og stundum fjarlægist við hvora aðra og stundum kemur þú við einhverja kvik í mér og stundum ég við einhverja kvik í þér og eitthvað svona. Það ætti að vera miklu auðveldara fyrir okkur af því við kunnum þetta í vinnunni að yfirfæra þetta yfir á venjulega lífið. Að við förum að líta á okkur eins og leikara í leikriti af því að við erum í leikriti. Lífið leikur. All the world's a stage. Ég minnist þetta vissi Shakespeare. Öll veröldin leiksvið. En við erum búnar í dag. Viltu spá? Þetta kemur bara svona zoom. Það rennur í gegn bara. Rann í gegn. Já. Nú er ég að byrja að hugsa áramóta. Það verður eitthvað þetta. Það er eitthvað